Það hefur öll sömul og verið velkomin á skjáinn hér á Daily Prayer, and be welcome to the screen here on the Daily Prayer here in Iceland. And we are going to keep on reading in Act, and we are going to read from the chapter 25 and chapter 26 today. So it's going to be a blessing to us, these words from God. So verið velkomin á skjáinn. Já. Smá getting the setups right here. Yeah. Yep. Yeah. Okay, svona. Óskar, ekki bara fín myndavélin? Oscar, everything is okay? Yeah, asking a technical guy if everything is fine. Yeah. Okay. What's he saying? What is Oscar saying? Jó, fínt. Okay. Little nose here in the kids, like always. And like always, we are gonna start this. My beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Já, Elski Jesús, við leggjum þessu stund í þínu hendur. Heilagur andi, ég bið svo blessi varir okkar Sigga og gefa þeim sem eru heima frið í huga sinn og hjarta sitt og okkur líka. Blessur okkur öll í Jesu heilaga nafni, amen. Amen. Við erum að lyfta 5 nöfnum upp í náðuna. Við erum að lyfta upp Ásdísi, Ástu, Óskari, Charlie og Kristjáni. Yeah, and we ask you to pray for them and ask God to bless them and ask the Holy Spirit to fix the things that have to fix, and God knows what that is, and we just need to pray. Og við ætlum að biðja ykkur að biðja fyrir þeim sem þessum nöfnum sem við lyftum hér upp til Guðs. Biðja að Guð að blessa þau og biðja heilagan anda að stíga inn í líf þeirra og blessa það sem blessa þarf. Í Jesú nafni, amen. And everybody say amen on this beautiful Wednesday. Amen. Can you down Já. And I'm gonna read now in chapter 25 and Act. Við ætlum að byrja að lesa í Póstólsögunni á kafla 25 í dag. 3 dögum eftir að Festus hafði tekið við umdæmi sínu fór hann frá Sesaríu upp til Jerúsalem. Æðstu prestarnir og fyrirmenn gyðinga báru þar sakir á Pál fyrir honum og báðu hann að veita sér að málum gegn honum og gera sér þann greiða að senda hann til Jerúsalem. En þeir hugðust búa honum fyrirsát og vega hann á leiðinni. Festus svaraði að Páll væri í varðhaldi í Sesaríu, en sjálfur mundi hann bráðlega fara þangað. Látið því, sagði hann, ráðmenn yðar verða mér samferða ofan eftir og lögsækja mannin ef hann eitthvað sekur. Festus dvaldist þar ekki lengur en í 8 daga eða 10. Síðan fór hann ofan til Sesaríu. Daginn eftir settist hann á dómstólinn og bauð að leiða Pál fram. Þegar hann kom umkringdu hann gyðingar þeir sem komnir voru ofan frá Jerúsalem og báru á hann margar þungar sakir sem þeir gátu ekki sannað. En Pál varði sig og sagði: ekkert hef ég brotið hvorki gegn lögmál gyðinga, helgidóminum né keisaranum. Festus vildi koma sér vel við gyðinga
og mældi við Pál: Vilt þú fara upp til Jerúsalem og hlíta þar dómi mínum í máli þessu? Pál svaraði: Ég stend nú fyrir dómstóli keisarans og hér á ég að dæmast. Gyðingum hef ég ekkert rangt gjört, það veistu fullvel. Sé ég sekur og hafi framið eitthvað sem dauða sé vert, mæli ég mig ekki undan því að deyja. En ef ekkert hæft í því sem þessir menn kæra mig á enginn með að selja mig þeim á vald. Ég skýt máli mínu til keisarans. Festus ræddi þá ráðunaut sína og mældi síðan: Til keisarans hefur þú skotið máli þínu, til keisarans skaltu fara. Eftir nokkra daga kom Agrippa, konungur, og Berniki til Sesaríu að bjóða Festus velkomin. Þegar þau höfðu dvalist þar nokkra daga, lagði Festus mál Páls fyrir konung og sagði: Hér fanginn okkur sem Felix skildi eftir. Þegar ég kom til Jerúsalem bárust æðstuprestar og öldungar gyðinga á hann sakir og heimtuðu að hann dæmdan. Hann svaraði þeim að það væri ekki venja Rómverja að selja fram nokkurn sakborning fyrr en hann hefði verið leiddur fyrir ákærendur sína og átti þess kost að bera fram vörn gegn sakargiftinni. Þeir urðu nú samferða hingað og lét ég engan drátt áverða, heldur settist daginn eftir á dómstólinn og bauð að leiða fram manninn. Þegar ákærendurnir komu fram, báru þeir ekki á hann saki fyrir nein þau illræði sem ég hefði búist við. Heldur áttu þeir í einhverjum deilu með hann átrúnað sjálfra þeirra og Jesú nokkurn látinn mann sem Páll segir lifa. Fannst mér vandi fyrir mig að fást við þetta og spurði Pál hvort hann vildi fara til Jerúsalem og láta dæma máli þar. Hann skaut málinu til keisarans og krafðist þess að vera hafður í haldi þar til hans hátíðs hefur skorið úr því og bauð ég að hafa hann í haldi þangað til ég gæti sent hann til keisarans. Agrippa sagði þá við Festus: Ég vildi sjálfur fá að heyra manninn. Hinn svaraði: Á morgun skalt þú hlusta á hann. Daginn eftir kom Agrippa og Berník með mikilli viðhöfn og gengu ásamt hersforingjanum og æðstumönnum borgarinnar inn í málstofuna. Var þá Páll illur inn og boðaði Festusar. Festus mælti: Agrippa konungur, og þér menn allir sem hjá oss eru staddir, þarna sjáu þér mann sem veldur því að allir gyðingar bæði í Jerúsalem og hér hafa leitað til mín. Þeir heimta hástöfum að hann sé tekinn af lífi. Mér varð ljóst að hann hefur ekkert það framið dauð sé verð. En sjálfur skaut hann máli sínu til hans hátignar og þá ákvað ég að senda hann þangað. Nú hef ég ekkert áreiðanlegt að skrifa herra vorum hann. Þess vegna hef ég leitt hann fram fyrir yður og einkum fyrir því, Agrippa konungur, svo að ég hafi eitthvað að skrifa að lokinni yfirheyrslu, því það líst mér fráleitt að senda fanga og tjá eigi leið sakargiftir gegn honum. Og nú ég býð þig að lesa 27. kafla. Já, Það er svo vel. já. Já, ok. En Agrippa sagði við Pál: Nú hér leyft að tala á þínu máli. Páll rétti þá út höndina og bar fram vörn sína. Lánsamur þykist ég, Agrippa konungur, að eiga í dag þinni áheyrn verja mig gegn öllu því sem gyðingar saka mig því
Því heldur sem þú þekkir alla siðu gyðinga og ágreiningsmál, bið ég þig að hlýða þolinmóður á mig. Allir gyðingar þekkja líf mitt frá upphafi, hvernig ég hef lifað með þjóð minni, fyrst í æsku og síðan í Jerúsalem. Það vita þeir mig, vilja þeir sem unna mér sammælis að ég var farisei frá fyrstu tíð, fylgdi strangasta flokki trúarbragða vorra, og hér stend ég lögsóttur vegna vonarinnar fyrirheitið sem Guð gaf feðrum vorum, og vora 12 kynkvíslir, vona að öðla með því að dýrka Guð án afláts nótt sem dag. Fyrir þessa von ég nú ákærður, konungur og það af gyðingum. Hvers vegna teljið þér það ótrúlegt að Guð veki upp dauða? Sjálfur taldi ég mig skylt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesú frá Nasaret. Það gjörði ég og í Jerúsalem hneppti marga hinna heilugu í fangelsi með valdi frá æðstuprestunum og galt því jákvæði að þeir væru teknir af lífi. Og í öllum samkundum reyndi ég þrásinnis með pyndingum að neyða þá að afneita trú sinni. Svo freklega æddi ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá. Þá ég var leið til Damaskus slíkra erinda með vald og umboð frá æðstu prestunum, sá ég konungur á veginum miðjan dag, ljós á himnum, sólu bjartra lyftrar mig og þá, sem mér voru samferða. Við féllum allir til jarðar og ég heyrði rödd sem sagði við mig á hebresku: Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Erfitt verður þér að spyrna móti broddunum. En ég sagði: Hver þú, Herra? Og drottinn sagði: Ég Jesús sem þú ofsækir. Rís upp og statt á fætur þínar, til þess birtist ég þér, að ég vel þig til þess að vera þjónn minn og vitni þess að þú hefur séð mig, bæði nú og síðar, ég mun birtast þér. Ég mun frelsa þig frá lýðnum, frá heiðingjunum, og til þeirra sendi ég þig til að opna augu þeirra og snúa þeim frá myrkri til ljós, frá Satan valdi til Guðs, svo að þeir öðlist fyrir trú á mig, fyrirgefningu syndanna og arf með þeim sem helgaðir eru. Fyrir því gerðist ég Agrippa konungur, eigi óhlýðin hinni himnesku vitrun, heldur boðaði ég fyrst þeim í Damaskus og í Jerúsalem, síðan alla Júdebyggð og heiðingjunum að iðrast og snúa sér til Guðs og vinna verk sambóðin iðrunar. Sæki þessara gripu gyðingar mig í helgidónum og reynda að ráða mér bana, en Guð hefur hjálpað mér, og því stend ég allt til þessa dags að vitna bæði fyrir háum og lágum. Mæli ég ekki annað en það að bæði spámennir og Mósi hafi sagt mig verða mundi að Kristur ætti að líða og fyrstur rísa upp frá dauðum og boða bæði lýðnum og heiðingjum ljósið. Þegar Páll var hér kominn í vörn sinni, segir Festus hárri röddu: Óður ert þú, Páll, þitt mikla bókvit gjörir þig óðan. Páll svaraði: Ekki ég óður göfgi, Festus, heldur mæli ég sannleiksorða af fullu viti. Konungur kann skil á þessu, og við hann tala ég djarflega. Eigi ætla ég að honum hafi dulist neitt af þessu, enda hefur það ekki gjörst að neinum afkima. Trúir þú, Agrippa konungur, spámönnunum? Ég veit að þú gerir það. Þá sagði Agrippa við Pál: Þú þykist ekki vera lengi að gera mig kristinn. En Páll sagði: Þess bið ég Guð, hvort sem lengur dregst eða skemur, að ekki einungis þú, heldur allir sem til mín heyra í dag, verði slíkir sem ég að frátöldum fjötrum mínum. Þá stóð konungur upp og landstjórinn, svo að Bernike og þeir þar sátu með þeim
Þegar þau voru farin, sögðu þau sín á milli, þessi maður fremur ekkert sem varðar dauða eða fangelsi. En Agrippa sagði við Festus, þennan mann hefði mátt láta lausan, ef hann hefði ekki skotið máli sínu til keisarans. Í Jesú nafni, amen. Með þessi orð verið eitthvað til blessunar, Já. eins og okkur. Þessum yndislega mikuti, on this wonderful Wednesday. Now we are gonna play this in King James 16:11, so the words are right, because we want everything to be exactly like the Bible tells it. That's why we use always King James 16:11. Yeah. Við viljum hafa alltaf hlutina rétt orðaða, þá notum við alltaf King James 16:11, en hún hefur ekki verið þýdd á íslensku og því höfum við hana hér á ensku. Now, my beautiful wife is gonna play for you the King James 16:11. Yes. Acts 25. Now when Festus was come into the province, after 3 days he ascended from Caesarea to Jerusalem. Then the high priest and the chief of the Jews informed him against Paul, and besought him, and desired favor against him, that he would send for him to Jerusalem, laying wait in the way to kill him. But Festus answered, that Paul should be kept to Caesarea, and that he himself would depart shortly thither. Let them therefore, said he, which among you are able, go down with me, and accuse this man, if there be any wickedness in him. And when he had tarried among them more than 10 days, he went down unto Caesarea, and the next day, sitting on the judgment seat, commanded Paul to be brought. And when he was come, the Jews which came down from Jerusalem stood round about, and laid many and grievous complaints against Paul, which they could not prove. While he answered for himself, neither against the law of the Jews, neither against the temple, nor yet against Caesar have I offended anything at all. But Festus, willing to do the Jews a pleasure, answered Paul and said, wilt thou go up to Jerusalem, and there be judged of these things before me? Then said Paul, I stand at Caesar's judgment seat, where I ought to be judged. To the Jews have I done no wrong, as thou very well knowest. For if I be an offender, or have committed anything worthy of death, I refuse not to die. But if there be none of these things whereof these accuse me, no man may deliver me unto them. I appeal unto Caesar. Then Festus, when he had conferred with the council, answered, Hast thou appealed unto Caesar? Unto Caesar shalt thou go. And after certain days, King Agrippa and Bernice came unto Caesarea to salute Festus. And when they had been there many days, Festus declared Paul's cause unto the king, saying, There's a certain man left in bonds by Felix, about whom, when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews informed me, desiring to have judgment against him. To whom I answered, It is not the manner of the Romans to deliver any man to die, before that he which is accused have the accusers face to face, and have license to answer for himself concerning the crime laid against him. Therefore, when they were come hither, without any delay on the morrow, I sat on the judgment seat, and commanded the man to be brought forth. Against whom, when the accusers stood up, they brought none accusation of such things as I supposed, but had certain questions against him of their own superstition, and of one Jesus which was dead, whom Paul affirmed to be alive. And because I doubted of such manner of questions, I asked him whether he would go to Jerusalem, and there be judged of these matters. But when Paul had appealed to be reserved unto the hearing of Augustus, I commanded him to be kept, till I might send him to Caesar. Then Agrippa said unto Festus, I would also hear the man myself. Tomorrow, said he, thou shalt hear him. And on the morrow, when Agrippa was come, and Bernice with great pomp,
and was entered into the place of hearing with the chief captains and principal men of the city. At Festus' commandment, Paul was brought forth. And Festus said, King Agrippa, and all men which are here present with us, ye see this man, about whom all the multitude of the Jews have dealt with me, both at Jerusalem and also here, crying that he ought not to live any longer. But when I found that he had committed nothing worthy of death, and that he himself hath appealed to Augustus, I have determined to send him, of whom I have no certain thing to write unto my Lord. Wherefore I have brought him forth before you, and specially before thee, O King Agrippa, that, after examination had, I might have somewhat to write. For it seemeth to me unreasonable to send a prisoner, and not withal to signify the crimes laid against him. No, þetta kom að næsta Acts 26. Then Agrippa said unto Paul, Thou art permitted to speak for thyself. Then Paul stretched forth the hand, and answered for himself, I think myself happy, King Agrippa, because I shall answer for myself this day before thee, touching all the things whereof I am accused of the Jews, especially because I know thee to be expert in all customs and questions which are among the Jews. Wherefore I beseech thee to hear me patiently. My manner of life from my youth, which was at the first among mine own nation at Jerusalem, know all the Jews, which knew me from the beginning, if they would testify, that after the most straitest sect of our religion, I lived a Pharisee. And now I stand, and am judged for the hope of the promise made of God unto our fathers, unto which promise our 12 tribes, instantly serving God day and night, hope to come. For which hope's sake, King Agrippa, I am accused of the Jews. Why should it be thought a thing incredible with you, that God should raise the dead? I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth, which thing I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests. And when they were put to death, I gave my voice against them, and I punished them oft in every synagogue, and compelled them to blaspheme. And being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities. Whereupon, as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests, at midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, whom thou persecutest. But rise, and stand upon thy feet. For I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister, and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people, and from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision, but showed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent, and turn to God, and do works meet for repentance. For these causes the Jews caught me in the temple, and went about to kill me. Having therefore obtained help of God, I continue unto this day, witnessing both to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come, that Christ should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should show light unto the people and to the Gentiles. And as he thus spake for himself, Festus said with a loud voice, Paul, thou art beside thyself.
Much learning doth make thee mad. But he said, I am not mad, most noble Festus, but speak forth the words of truth and soberness. For the king knoweth of these things, before whom I also speak freely. For I am persuaded that none of these things are hidden from him, for this thing was not done in a corner. King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest. Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian. And Paul said, I would to God, that not only thou, but also all that hear me this day, were both almost, and altogether such as I am, except these bonds. And when he had thus spoken, the king rose up, and the governor, and Bernice, and they that sat with them. And when they were gone aside, they talked between themselves, saying, This man doeth nothing worthy of death or of bonds. Then said Agrippa unto Festus, This man might have been set at liberty, if he had not appealed unto Caesar. Í Jesu nafni, In amen. Jesus' name, amen. And everybody say amen on this wonderful Wednesday. Amen. Like every day is a wonderful day. Yeah. God is good, and may these words today be a blessing to you, what we read in this chapter in the Bible. Já. Með þessu orð sem við vorum að lesa hér upp, með við vera blessum til ykkar, sem við lesum hér í orðinu, og sem okkar tilgangur að bera út góðu fréttirnar. It's our purpose to spread out the good news. And now, if you haven't received God into your life, I'm going to give you the opportunity to do that. If you believe in your heart that Jesus went on the cross and he died for your sins, and he cleansed you with his blood, and he rose on the third day, and he is alive today. In Jesus' name, amen. Amen. Og ég má alltaf gefa þér tækifærið, þú sem ert að hlusta, að ef þú hefur ekki tekið Guð í hjartað þér, að gera það núna. Og ef þú trúir því að Jesús Kristus hafi farið á krossinn og dáði fyrir syndir þínar og hreinsað þig með sínu blóði, og hann hafi risið upp á þriðja degi og hann sé lifandi í dag. Þá ertu hólpinn. Því orðið segir okkur það að við trúum þessu og játum þetta með vörum okkar, að þá mun Guð svo sannarlega koma inn í hjarta okkar og frelsa okkur. Because this is a promise from God. If we believe this in our hearts, then the Bible says that God is surely gonna come into your heart and bless you in Jesus' name. Amen. Amen. So I want to start this by reading this salvation prayer in Icelandic, og ég ætla að byrja á því að fara með þessa frelsisbæn á íslensku, og þú sem ert að hlusta að hafa þessu orð eftir mér, og þá mun Guð stíga inn í hjartað þitt. And if you have these words, then Jesus is gonna come into your heart. So follow me, og svo fylgi mér eftir. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú sést sonur Guðs. ég trúi þú sést sonur Guðs. Ég trúi að þú hafi dáið á krossinu fyrir syndir mínar, Ég trúi að hafi dáið á krossinum fyrir syndir mínar og að dýrmætt blóð þitt og dýrmætt blóð þitt hreinsaði mig af allri synd. hreinsa mig af allri synd. Ég trúi að hafi risið upp frá dauðum Ég trúi að hafi risið upp frá döðum til að gefa mér líf. til að gefa mér líf. Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar
og þvo mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóðu þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurnýjaði anda minn endurnýjaði anda minn og gerði mig að nýrri sköpun í þér. og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt nú Ég opna hjarta mitt nú og bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, vel ég að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orði þínu. og lifa samkvæmt orði þínu. Þakka þér, Jesús, Þakka þér, Jesús, að fyrir blóð þitt að fyrir blóð þitt er ég nýsköpun, er ég ný sköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur, endurfæddur, elskaður af þér, elskaður af þér, í Jesú nafni. í Jesú nafni. Amen. And now I'm gonna read this in English, so have these words after me. Here we are. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all my sins. and that your precious blood cleansed me from all my sins. I believe that you rose from the dead to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins, and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood, Cleanse my heart, cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now, I open my heart now, and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' In name, Jesus' name, amen. And everybody say amen on this wonderful Wednesday. Amen. And be welcome to the kingdom of God. And if you had this word after me, then you can pray to him and he's gonna answer your prayers and he's going to bless you. And that's how this works to be Christian. You're welcome to the team. And now we are gonna Þú að spjalla kaflan eða hvað er það? I'm gonna wait with that. Já, veitir það. Yeah. Ég mun síðan breyta þegar við erum búin að lesa hérna, þegar við erum búin að lesa Postulasöguna, förum við höldum fram á því að það er mjög gott að læra svona ritninguna og hlusta á ritninguna og fá svona innsýn í líf Guðs og skilja Guð og hversu góður Guð er því að hann dæmir okkur ekki því við lifum undir náð hans og það eru forréttindi að fá að lifa undir náð og það er það sem við komum áleiðis að við erum undir Guðs náð í Jesú nafni, amen. We are a little bit busy today, so við erum svolítið upptekin í dag, svo veist að þetta verður svona með styttri kampinum í dag. Þannig er það bara.
það bara svo like, we just let the Spirit lead this, and that's always good. Just the Spirit leads, and we just follow. Amen. Everybody say amen on this wonderful Wednesday. But we are gonna end this on the prayer that Jesus taught us, and my beautiful wife is gonna lead us in the prayer that Jesus taught us. Yes, amen. Amen. Everybody say amen on this wonderful Wednesday. And Amen. María segjum hæ, og við segjum hæ til allra sem að senda okkur skilaboð hér. Við segjum hæ, we say hi from to everybody that are sending us messages here. And like Yes. yes. What's going on? Ekki hugmynd sko. Ha, nei, hörðu. Þetta er TikTok maður. It's another channel that we have, and TikTok is a little bit complicated there. TikTok eitthvað að stríða okkur, eitthvað útsendingin. Bara svona. So be a little bit patient. Okay. Það stýðir smá þolinmæði. Það skeður allt í beinni. Nei, ertu að djóka? Skip this. Skip this, okay. Alright. Ok, vorum við ekki þetta. Og ég ætla að biðja yndislegu, fallegu konu mína að leiða okkur í bænir sem Jesú kenndi okkur að. Ask my wife to lead us in the prayer that Jesus taught us. Já. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, til þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. And you can send us messages if you want us to pray for you. Já. Then please send us messages, and we are going to read up your names and ask God to bless you and your family if you have some difficulties. And we are going to pray for you and ask God to bless you. Og endilega ef þið hafið bænarefni eða viljið láta biðja fyrir ykkur, og endilega sendu okkur skilaboð og við munum svara þeim og við munum biðja fyrir þeim nöfnum sem að við viljið að við biðjum fyrir hér. Og megi þessi æðislega kvöld hér á Íslandi verði ykkur æðislegt, og may this day be a beautiful day for you who are listening in America or wherever you're listening from, and may this God bless you on this beautiful day, and we are gonna see you tomorrow, and remember one thing, always remember one thing. Tell your loved ones you love them, and pray for your loved ones, pray for your family, and pray for your neighbor, and love your neighbor, and pray for your enemy, and then God is surely going to bless you, because these are His children. So we are supposed to pray for His children. Yeah. So munið, biðjið fyrir ástvunum ykkar, og
Einnig bið ég fyrir náunga ykkar og elski náunga. Og einnig bið ég fyrir óvin ykkar og þá mun svo sannarlega Guð blessa ykkur því að við erum öll Guðs börn, við erum sköpun hans. Og það má ekki gleyma. And við elskum ykkur hérna á Íslandi. And we love you here from Iceland. And we are gonna see you tomorrow. And we are gonna put it up when we are gonna go on live. And hope it's not gonna be too busy for us here. But that's how we spread the good news. And we got just go on live. Við sjáumst á morgun og eigið yndislegt kvöld og við elskum ykkur hérna á Íslandi. We love you here from Iceland. And see you. Bye bye. Já, bye. Slökkva Olíu. Olíu. Að slökkva. Sjáum ykkur. Já, bye. Nei.